Góðan daginn hér. Og hvað segja menn í dag? Allt gott vonandi, enda engin ástæða til annars. Guð er enn og hann er ennþá að starfa eins og hann hefur gert alveg frá sköpun heimsins og þegar þetta fór allt í gang. Við erum að þjóna þeim sama Guði og var þá og segir sjálfur að hafi ekkert breytt sér, sem eru mikil tíðindi í sjálfu sér. Í þessum fallvalta og hraða heimi sem að stöðuga breytingar eru í og þú vaknar inn í nýtt umhverfi má segja annað hvern dag og þá er allt orðið gjörbreytt og þú ratar ekki einu sinni út heima að þér, það er búið að breyta svo miklu. Þetta er vegna þess að mannkyninu við syndafallið þá fór því að leiðast ósköpun öll. Og manneskju sem leiðist, hún reynir nú að finna sér eitthvað til dundus og því að ef menn gerir ekki neitt og þá verður bara leiðin meiri. Þannig að menn reyna að vinna bug á honum og svo sem að dunda sér þá eitthvað eitt og annað til að þetta drepa tíma svo kallað og það er svona tímabundin lækning en ekki varanleg lækning því að varanleg lækning hún felst í því að fá Jesú inn í sitt hjarta. Jesús er það, heilagur andi er það sem að hvarfi skilnistréð góðs og ills þegar að opnaðist á allt þetta illskunarveldi. Og það hefur ráður ríkt frá þeim tíma þannig að maðurinn í raun og veru það þekkir ekkert nema átök og læti og hasar og alls konar í kringu sig sem að þetta dregur hann niður og dabrar og gerir að verkum að hann í raun og veru getur aldrei á heilum sér tekið. Það má rekja þetta allt saman til ákveðins atburðar sem skeiði og menn svo sem er að reyna í eigin mætti að bæta þetta og bæta hitt til þess að breyta þess eitthvað en svo breyta þér og það gildir í einhvern tíma svo er það farið og eitthvað annað önnur breyting komin inn sem má nú að redda þessu heldur betur en gerir eins og fyrirbreytingin, reddar ekki neinu þegar upp er staðið. Þannig að í raun og veru eru menn alltaf á sama stað. Ekki svo að skilja umhverfi okkar, svona, það sem við erum að gera, að það taki ekki stöðugum breytingum, en það er ekki breyting sem að verður til þess að hjartanum vera að líða betur. Þetta er svona breytingarna vegna oft á tíðum, vegna þess að maðurinn er alltaf að reyna að finna sér leið að einhverju sælu. Hún er svo sem til. Kristur dó á krossi og hann sagði sjálfur gerði allt fullkomið. Fullkomið að hvaða leyti. Hann tekur sér bólstað í hjartanu þínu og þá eru þú og ég og við svona sáttari. En þessi sæla sem við fengum þegar við frelsuðustum, hún er svona bara hálfgildings. Eins og orðið segir, við erum í heiminum eins og hann er. Og við veitum alveg að heimurinn ólmast, hann lætur illa. Það hefur ekkert breyst og það breytist ekki neitt. Þegar drottinn sjálfur stígur niður til jarðarinnar og tekur hennar sem veldur þessu öllu, tók völdin við skilnistréð góðs og ills, er enn með þau, að hún hefur verið ýtt til hliðar. Þetta er nú vonin sem að drottinn vill gefa okkur og þetta er vonin sem hann vill að við tilengum okkur því að þetta er raunveruleg von. Þetta er ekkert eitthvað tveik sem við erum að gera frá degi til dags til þess að svona aðeins að betur bæta þetta hjá okkur og við veitum að þetta fer nú alltaf sama veg, enda yfirleitt illa. En þetta er ekki svoleiðis sem drottinn er að vinna. Hann er með plan. Hann setti þetta plan fram þegar hann ljóst var að sem gerðist í skilnistréð góðs og ills og hann vissi alveg hvað myndi gerast þá. Því hann vissi hver var tekinn við og vissi
hverslags gæi það var og vissi líka að þetta er ekkert neitt sældarlíf fyrir fólk að fæðast inn í þetta, en drottinn bara er drottinn og hann var með plan og hann heldur því áfram. Og er svo komið með lausnina, einhverjum 1000 árum síðar, í Jesú. Og lét hann ganga í gegnum það sem við göngum í gegnum og deyja. Og sigra þar með dauðan því hann reis upp. Það er vonin okkar. Og eitt að einmunum við fara inn í þessa paradís sem að jörðin átti alltaf að vera. Hún átti alltaf að vera paradís. Hún átti alltaf að vera bara góð. Að sjá við briskleika manna, hvernig þeir hafa breytt myndinni hjá Guði og sínu eigin umhverfi og gert það svona ómannvænt og það er ekki hægt að segja neitt annað heldur en að umhverfið í dag sé nú ekki beint mannvænt. Alls konar í gangi sem er að gerast í þessu mannhafi og jafnvel verða myrðamenn fram og tilbaka í þessu mannhafi. Þetta átti aldrei að vera neitt svona. Og þegar þetta gerðist vegna þess að maðurinn tók ranga beygju strax. Tók þessa röngu beygju við skilnistri góðs og ills og það breytti allir mannkynssögunni. Og úr því að þetta hafði gerst, Guð var ekkert að biðja þetta, þá var hann að setja niður annar plan og það er planið Jesú. Frelsun mannsins, endurfæðing má segja. Biblían talar endurfæðingu. Það er þess að umskapað hjarta sem núna horfir til Guðs. En gerði það ekki áður því að hjartanu var meinaður aðgangur að Guði vegna þess að það var settur upp veggur. Og þessi veggur er ennþá uppi og við sjáum þennan vegg af því að við erum að horfa á þetta guðleysi alveg út í eitt og guðleysismegin, eins og má segja, það er ekkert verið að tala Jesú. Ef það er talað hann, þá er það í einhverju hálfsku skinni. Vegna þess að fyrir Jesú er heimurinn ekki neitt. Hann er bara eitthvað sem við hlægjum að og grínustu með og allt saman það. En Jesú er lífið, kom sem lífið og hélt áfram sem lífið og er í dag þetta líf fyrir menn og konur sem eiga Jesú í hjarta sínu. Og þeir sem þekkja til þess sem hér er verið að tala þeir taka undir þetta. Hvað gera hinir? Bara það sem við gerðum áður við frelstuðumstum, ekki neitt. Það eru algjör skil. Og þessi skil hafa alltaf verið. En eru þau opinber, þegar að mennirnir, þessar tvær manneskjur völdu veruna við tréð. Við sjáum strax afleiðingarnar þegar Guð kom í kvöldsvalan. En í þetta skiptið þá sagði hann, Adam, hvar ertu? Og hvar var Adam? Hann þorði ekki að horfast í augu við lifandi Guð vegna þess sem hann vissi hann hafði gert. Það var þess vegna sem hann faldi sig og Eva líka. Þannig að við erum enn að fela okkur fyrir Guði og gera allt svona til þess bara að gleyma honum, hann sé ekki neitt að þvælast fyrir okkur. En það breytir ekki kærleika Guðs, drottins Jesú, því hann heldur bara áfram með það verk sem hann hóf og var staðfest á krossinum og staðfest hérna á jörðinni í samfélagi kristinna manna. Og hvað sem við reynum að gera í því, þá heldur það verk áfram. Ég sé ekki að það haldi áfram. Ég er bara þáttakandi í því svona óbeint. Óbeint má segja. Jesú er sá sem verður áfram þegar ég er farin.
Og þannig hefur þetta verið. Við náttúrulega lifum bara tíma hér á jörðinni, svo erum við farin. En það breytir ekki Jesús sem verður eftir. Með kirkjuna sína, hnarreista og fallega, eins og hún hefur alltaf verið. Boðandi þann boðskap sem lærisveinarnir skrifuðu, til að mynda orði Jesú sem hann talaði beint til manna meðan hann var hérna sem manneskja, maður. Og þau eru mikið af þeim til, kannski ekki nema brot af því, en nótið þess að við eigum 3 guðspjöll, sem að mestu leyti eru bara orð Jesú, meðan hann var hérna á jörðinni, og þetta hefur haldið lífi í kirkjunni. Orðin hans, sem þar eru skráð, eru kirkjan. Og þessi orð, þau eru svo mögnuð, þau eru svo stór og mikil, að þau ganga aldrei á grunn. Og þetta er það sem að kristinn maður, eftir að hann endurfæðist, leitar alveg stöðugt í. Og veit að hann getur ekki verið án þess að leita í þau. Því þetta styrkir og næri trúna í hjartanu. Og það er þessi nýji maður sem reis upp af þessum gamla. Hann bara datt niður og liggur bara örundir þarna við veginn. En það er hægt að endurlíka hann, og þá náttúrulega endurlíkast hann ef við dettum á trúnni. Og mér sýnist að sumir menn hafa nú gert það. Það er náttúrulega hræðilegt, og það er líka einkennilegt að menn skuli velja að fara þann veg og þessa leið þegar að þeir eru búin að kynnast Jesú. En við sjáum að þessu að maðurinn og hjarta mannsins er algjörlega óútreiknanlegt. Það kemur líka bara að eigin lífi. Það er þannig að koma gegn eigin lífi þegar menn segja skilið við Drottni, ég vil þetta ekkert lengur. Og hvað er framundan? Bara myrkrið. Það er nú bara þannig. Þetta skiptist í 2 horn. Ljós og myrkur. Það hefur aldrei breyst. Og Jesús er ljósið. Heimurinn er þó þetta myrkur. Allt þetta Satans veldi er þetta myrkur. Og það myrkur getur orðið rosalega þétt og svart. Að það er ekki nokkuð leið fyrir menn að rata eitt né neitt. Svo þétt utan menn getur þetta myrkur vafið sig. Þannig við sjáum að það er ekkert líf. Og heimurinn strangt til tekið, hann er ekkert að bjóða neitt líf. Hann er að bjóða þetta. Í ýmsum birtingar myndum reyndar. En þetta er það sem hann er að bjóða. Það er ekkert líf þar. En við aftur á móti eru lífsins megin, að þau eru Jesú megin. Þannig við sjáum þetta er algjör aðskilnaður, og þetta er heldur ekkert flókið. Og sumir taka við þessu, en það er ekki þeim að þakka. Þeir fengu gjöfina, sem tók sér bólfestu í hjartanum, og það heitir heilagur andi. Það er hann sem er að ljúka upp Guðsorðið fyrir okkur og gera það svona stórt og mikið í okkar hjarta að við ljáum ekki máls á neinu öðru en bara fylgja því. Og svona þættir og fleiri góði þættir sem að menn er að gera og búa til, hjálpa til við það. Þannig að orðið má aldrei þagna. Og alveg frá því að Kristur stíg upp til himna og kirkjan fór í gang, við sjáum byrjunarreitina þar í þessum sögum, Póstólasögun og þessum sögum. Þar sem þessi menn er að tala það sem Drottinn sagði, bara beint það sem hann var að segja, því að þessir menn sem byrjuðu, þeir voru allir samtíma menn Jesú. Og þessir menn sem byrjuðu, þeir gengu með hann og þeir heyrðu röddina hans og allt saman það og orðinu þetta, og þau héldu áfram að tala þessi orð sem hann hafði talað, og þetta er það sama við erum að gera í dag. Og hvernig er þetta hægt? Í því eina móti að Drottinn lifir. Jesú lifir hann hér og nú. Og þetta staðfesta allir trúaði menn sem að vita skil á þessum málum. Hefur þetta verið umdeilt? Þú veist það nú jafnvel að ég að það hefur verið það. Og þess vegna er þetta svona, eru skilin þar líka algjör, því að það sem ég á, ég læt enga taka það frá mér. Og ég segi,
við þig og mig og okkur. Jesú lifir. Hvernig veit ég það? Hann býr í mér. Ég þekki hann. Það er þetta sem að gerist þegar við vorum orðin trúarmenn. Við þekkjum Jesú. En hann er allavega ekkert að vegast neitt fyrir okkur sem erum á þessari leið og við förum hana vegna þess að við þekkjum hann. Hann nýtir á okkur og hann, já, verður raunverulega manns besti vinur. Og þannig bara er þetta og þetta er ekkert vitnisburður þessa eina manns. Þetta er vitnisburðurinn okkar sem að tilþekkjum og göngum þennan veg, já, og þetta er vegur. Við förum hann daglega. Við lifum með Jesú á hverju degi. Við vöknum í morgun og við lifum með Jesú í þessum degi, alveg svo í öllum öðrum dögum. En þessi dagur skiptir það öllum máli. Því hann er uppi núna, gærdagurinn er liðinn, en núna þarf þú að gera það sem að Drottinn er að bjóða þér í dag. Og hvað er hann að bjóða þér í dag? Hann talar við þig, þú veist það. Hann bauð mér að fara og gera þennan þátt sem ég er búin að vera með í mörg ár. Þess að Drottinn sér gagni í svona þætti. Þetta er bara orð Guðs sem að þarf að heyrast. Og við sem þekkjum orð Guðs og erum þetta að trúa að fólk við fáum aldrei neitt leið á þessu. Og svo merkilegt við það vegna þess að við erum að þjóna svo stórum Guði að í hvers skipti þá fáum við eitthvað nýjan vinkil á eitt og annað sem við kannski vorum með alltaf fyrir okkur. Og það, með þeim hætti vex trúin og að því hún vex þá styrkist hún líka. Og við erum komið með okkur á þann stað að trúin er bara eitthvað sem að mun fylgja okkur það sem við eigum eftir að lifa. Og það er bara engin spurning um það og menn velkjast ekki í neinum vafa nákvæmlega þetta atriði. Svona er þetta að byggja upp sína trú og svona byggist trúin upp að við erum að leyfa Guði að vera Guði í okkar lífi. Frelsarinn okkar er þarna og hann er að vinna sitt verk sem, já, frelsarinn okkar til þess að byggja utan þetta frelsi. Mitt, hvaða frelsi? Jesú. Hann er allt í öllu. Og við förum að þekkja hann af því við förum að þekkja orðið. Og við förum að leita í orðið og vilja vera það sem orðið er. Hvað er orðið? Þú ert með það heima hjá þér. Þú ert með það í vasana. Þú ert með það sem þú ert. Sumir eru með þetta þannig að þeir eru með það sem þeir eru. Og þeir fletta í því og lesa í því það sem þeir eru. Þó ekki sinnum að bara 1-2 línur. Já, það sem þeir eru. En svo taka þeir rækilega ráði þegar þeir kannski komnir heim að vinna lokin og kafa betur ofan í þetta orð. Af hverju? Orðið er kristnumann orðið svo kært. Orðið verður hluti af þér. Og þú aðskilur ekki einhvern hluta af þér bara sér svona. Það er hluti af þér og þú notar það. Þú notar það vegna þess að þú vilt að þessi trúðin hún vaxi. Eflið þig, styrkið þig. Og svo framvegis og hún gerir það. Þú ert að þessu vegna þess að þú hefur þessa reynslu af orðinu að það gerir þetta. Þú ert með þetta alveg á hreinu. Og þetta er eitt af því sem byggir undir þína trú og að þú haldir áfram. Þannig að verklaus maður í Guði, hann er ekki að vaxa. Hann staðnar og stöðnum strangt til tekið er ekkert annað en afturför. Þú er alltaf að halda áfram, taka skrefin áfram. Og það gerir þú með því að hrópa nafni Jesú yfir þig og leyfa honum bara sýna þig hvernig þú átt að gera þetta. Og hann gerir það. Því hann er frelsari. Hann vil byggja undir frelsi sem hann kom til að gefa fólki. Hann er með alveg sérstakt frelsi sem er þetta ekta alvöru frelsi sem þú játar að sé. Það er ekkert feik í gangi hjá Drottni. Feikið er í gangi, jú, en það er ekki af völdum Drottins. Sá sem var við skilnistri góðs og ills og fólki komið þangað, hann er þetta afl sem er að afvega leiða. Alveg svo hann afvega leiti Adam og Evu og fékk þau yfir á sitt band, þannig gerir hann enn. En Kristur er þarna inn á milli, í gegnum mig og þig, sem trúum í dag, sem hann tók frá og gaf okkur trú og við erum orðnir hans menn og konur í dag og segjum hans orð. Já, við erum að tala hans orð, ekki okkar orð. Við bendum á orð Guðs, við bendum að það sem Drottinn er að segja og tala í þessum og hinum kringumstæðunum.
Og af hverju gerum við það? Vegna þess að það hefur reynst okkur best. Þannig að þegar við tölum svona þá erum við í raun og veru bara að tala ein reynslu sem við segjum að sé góð reynsla. Og hún góð reynsla, mjög góð reynsla, frábær reynsla. En það náttúrulega ekki hjá manni og konu sem ekkert að gera neitt í sínu málum hvað þessi mál varðar. Og það þess vegna sem alltaf hvatningin sama að við skulum standa á fætur og gera það sem Drottinn að bjóða okkur. Og hvað hann að bjóða þér í dag? Hvað hefur hann verið hvað hefur hann fengið þér í hendur? Hann vill að þú sinnir því. En hann góður Guð. Hann tekur ekki fram í fyrir ákvörðun okkurs manns. Og þess vegna verðum við alltaf að gera þetta fúsum og frjálsum vilja, bara eins og þessir þættir eru hjá mér bara fús og frjáls vilji minn að gera þetta, því ég veit að Drottinn vill að þetta sé gert. Þetta heitir hlýðni við orð Guðs og Drottinn elskar hlýðni. Og vantar fólk sem hlýðir honum, sem treystir því að hann sé að gera það sem rétt og að gera Guðs vilja alltaf að gera það sem rétt. Guðs vilji tekur ekki undir allt það sem heimurinn að gera vegna þess að hann getur það ekki. Ekki svo að skilja hann vilja það ekki, en hann getur ekki gert það. Hann hlýtur að koma upp með það sem orð Guðs segir og segir, ég verð að standa á þessu. Ég verð að benda á þetta vegna þess að þetta það sem orð Guðs segir og þetta algjörlega á skjön við það sem að þú ert að gera. Og það ekki gott. Og hvernig á maður sem að gera eitthvað sem hann ætti ekki verið að gera, að átta sig á því að sé að gera rangt, nema einhver kom og benda honum á það. Maður sem að gera rangt og trúi til þess að vera að gera rétt, hann blindur. Hann hefur verið blindaður. Við sjáum þessa mynd aftur þegar við förum til skilningstréðs góðsóil og þessar tvær manneskjur voru sem voru blindaðar. Heillaðar af þessum gæja þarna við tréð sem var svo rosalega skemmtilegur, hálfa var nóg. En þá fór nú ekki vel, þau skemmtilega heitt öll. Þegar réttu tími var og hann búinn að samfæra þau nóg og þá stakk hann bara á þau og glyfti þau. Og lét eftirleið og notaði þau til þess að gera sinn vilja. Og þessi vilji sem þarna kemur fram út allan heim. Sést í manndrápunum, sést í þjófnuðunum, sést í stöldinum og slæmir umgengni víðast hvar. Að við erum búin að slíta samfélagi við Drottinn. Og þar sem samfélagi við Drottinn þar þetta ekki svona. Þar þetta í lagi. Þar hlutirnir á sínum stað og gerður eins og á að gera þá. En að sjálfsögðu líka ráðust á þetta. En árásir þarna bara að ég að leyfa þér. Strangt til tekið þá ég að leyfa þér. Leyfa þér og akkur ég að leyfa þér. Ekki það sem minn vilji, heldur ef ég eitthvað slakað á trúnni og þá komin opin leið fyrir óvinni til þess að gera eitthvað. Og hann mun gera eitthvað því að hann ræðst gegn trúnni því hún að hindra hann í sínum illsku verkum. Það ekkert annað en trúir, bænirnar okkar og svo framvegis sem að kefja það sem Satan vildi gera. Þess vegna vill hann þetta burt. Og hefur mikið afl til þess því hann með obba fólksins með sér. Hann beinir því bara þangað að hinga að þessu til þess að hrinda þessu öllum koll. Því hann veit að ef þetta vex þá eru fleiri sem sogast að þessu og akkurri. Það liggur fyrir vegna þess að þetta svo miklu betra. Og þetta sjá menn. Og þeir fara jafnvel að, mér langar til að vera þarna. Mér langar til að vera í þessu og þetta ekkert nýja frétti sem verið að segja ég. Ég man þetta í sjálfur þegar ég var að byrja svona að átta mig á þessu og þá sagði ég við sjálfur mig, ég vil vera hér. Eins og ég vitnaði með fyrstu samverustundinni minna með mörgu öðru fólki. Og ég sá, 20 manna hóp og það voru allir á einu máli. Það voru allir að horfa bara á Jesú. Og ég man þetta því að ég horfði yfir og sagði, hér vil ég vera. Mér langar til þess að fara úr þessu umhverfi sem ég þekkti þar sem að ef það voru svona hópur þá var alltaf einhver að rífast, alltaf einhver að þrasa,
alltaf einhver að, já, tala hátt og svo framvegis og framvegis. Ekki neitt. Og maður þekkti ekkert annað. En svo allt í einu leyfði Drottinn mér að sjá hitt og ég sagði, hér vil ég vera. Og ég hef verið þar síðan. Og já, það að verða 36 ár síðan þetta var. Þannig að Drottinn veit alveg hvernig hann á að ná okkur. Hann veit alveg við erum fólki sem að í raun og veru elskum þessa friðsemd. Hvernig sem við erum og hvað sem við, já, á hvaða stað sem við erum, þá viljum við þetta, við elskum þetta. Það sem mikið svona þras á svoleið, það þreytir okkur. Og við eiginlega viljum bara koma okkur burt úr þessu, okkur í. Þannig það einhvað í okkur sem segir að þetta eitt að vera svona. En samt þekkjum við ekkert annað, að við þekkjum ekki Jesú. Og hér er verið að tala Jesú, sem lausn. Hann nefnilega frelsari. Já, frelsar okkur frá þessu og svo mörgu öðru. Frelsar okkur frá óheiðarleika og umbreytir í heiðarleika og svo framvegis. Og ég get alveg lofað því að maður sem er heiðarlegur, honum líður miklu betur. Miklu betur. Maður sem er óheiðarlegur, hún líður ekki vel vegna þess að hann er óheiðarlegur. Það er eitthvað sem fer í gang í manninum sem á ekki að vera það. Þess vegna líður honum ekki vel. En svo kannski festir hann sig í þessu, er fastur í þessu og svo hann heldur áfram í þessu. En líður mjög illa í hjartanu sínu allavega inn á milli. Af því að hjartað er að hrópa eftir Jesú. En maðurinn er ekkert að veita þessu athygli vegna þess að hann er komið svo langt frá Jesú. Þannig að hugsunin bara, hún drífur ekkert þangað. En allir eiga von. Vegna þess að Drottinn er að tala, til að mynda hér. Hann er að benda mönnum á sem kannski er á þessum stað, eru konir langt út í myrkri. Það er ljós, já, þó að sé bara ljóstýra í dag. Gangtu að þessu ljósi og það mun vaksa og verða meira eftir þess að þú dregur þig nær því. Við sjáum að þegar Adam og Eva eru þarna á sínum stað, að hvað gerðu þau? Þau sáu einhvern ljóspunkt og þau fóru þangað. Þau tóku gettir í, eftir þessi drógu sér nær þessu ljóspunkti, þá var myrkrið í kringu þeirra meira. Nú er ekki verið að tala um dagsbirtu neitt þannig, það er verið að tala um þetta andlega myrkur og þau eru komin andspænis honum, þá eru þau bara, já, böðbika svörtu myrkri í raun og veru. Og þegar hann náði þeim á sitt band, þá voru þau bara í myrkri. Við sjáum birtingarmyndir af því þegar að Drottinn kom og rópaði, Adam, hvar ertu? Og Adam stíð fram skjálfandi og skítræddur og sagði, ég faldi mig, að því ég þorði ekki að horfa á stjögu við þig. Þetta er nú birtingarmyndir og það sem gerir, það er föllum. Við viljum helst ekki feysa nokkurn mann. Og allar síst hann sem við svikum. Þeir nefnilega sviku Guð, þau nefnilega sviku Guð. Þegar að hinn var komin yfir. En hann sleppti ekki neinu tæki. Og svo fættist kynslóð eftir kynslóð með legginn í þessa átt, að þessum atburði. Og hann er ennþá frá þessum atburði. En Drottinn er ljósið í þessu myrkri. Og hann er að kveikja ljós hér og hvar. Hann tók mig og kveikti ljósið sem er í mér. Ég var á sama stað og allir aðrir menn. Vonlaus í þessum heimi, en fekk svo von þegar Drottinn kom. Og ég þakka Guði fyrir það að ég hef haldið í svo von og leyft henni að vaksa. Og gert það sem Drottinn er að bjóða mér. Sem sagt að gera þetta verk og svo margt annað sem ég er að gera líka. Og ég er mjög þakkláttur fyrir það að hann leyfi mér þetta. Og hann vil líka leyfa þér að gera sama, ja, kannski ekki sama, en að leyfa þér að gera einhvað sem má að gagni verða og ef þú vilt gera mikið gagn, þá boðar þú Jesú með þeim hætti sem Drottinn vill að þú gerir. Það heitir köllun og allir kristnir menn hafa köllun að einhverju toga og huga því hver þín köllun er og fara að gera hana. Er það að gera svona þátt? Ég veit það ekki. Er það að fara út á göturnar? Ég veit það ekki. En ég veit að það er
eitthvað sem tengist trúnni á Jesú sem hann ætlaði þér að gera. Köllun snýst alltaf að gera eitthvað sem Drottinn að fara fram á við að gera, og að því að heitir köllun og köllun, þú hefur það allt sem þarf í það verkefni. Þannig að þú þarft ekki að vera afsakaði neitt að þú veitum nú ekki alveg hvernig þetta á ég að gera, það allt í leið, það rétt, þú veist ekkert það, en þú myndi aldrei komast að því nema því að þú stekst inn í þetta. Þá lögst þetta upp fyrir þig. Bara eins og þegar ég var að byrja að tala og var náttúrulega hikstand og högtandi og vegna þess að þetta var svo erfitt hjá mér, ég vissi ekkert hvernig ég átt að gera þetta. Þannig til Drottinn gaf mér upp nýja aðferð, bara já, nú gerum við þetta svona og sestu þannig í stólið, sestu nú í stólið inn og svo byrjum við. Og það er búið að vera þannig. Þannig að Drottinn hefur leiðir á okkur öllum. Þannig ég hef aldrei þurft að hafa neitt fyrir þessu og mér finnst það mjög notalegt. Að vera alveg svoleiðis maður með sveittan skallan að tala og hugsa það hvað mér er að tala næst. Það er ekki góð biti og ég var þar. Með sveittan skallan að pæla í því hvað ég er að tala næst, en þetta er ekki lengur. Þetta hvarf fyrir mjög löngu síðan og þannig að ég er svo sem ekkert að pæla í því hvað maður talar næst. En ég veit að ég geri þetta og það kemur eitthvað gott út úr því. Þetta er bara reynsla mín á Guði. Eins og með skrifin mín sem þú liggur yfir og dáist að, þakkaði fyrir það. Þau verða eins til. Maður gerir þetta nú allt í tölvu í dag og hangandi svo tölvu heitir það eist. En þessi stílar þeir verða bara til þar og ég er bara að byrja og svo, já, nokkuð gott á verðinum. En þetta var ekki þannig til að byrja með og ég man eftir því að ég gafst upp. Þetta var svo erfitt maður. Ég man eftir því, já, ég gafst upp í 3-4 mánuði held ég. Og ég ætlaði bara að hætta þessu. En Drottinn var með eitthvað annað plan en að láta þennan hætta og svo eftir 3 mánuði þá byrjaði ég og þá fann ég að ég gerði þetta svona. Þá kom ég fært fram þetta atriði að maður bara settist niður og byrjaði. Og þá kom eitthvað gott og þetta voru bestu stílarnir. Drottinn var bara að tekið við en ég tek það fram að ég þekkti ekki Guð á þeim tíma. Það kemur löngu seinna en Drottinn veit alveg sínu viti og hann veit alveg í hvað átt hann ætlar að stefna þessum manni og hinum. Og hann stendi mér í þessa átt og svo allt í henni gekk bara inn í guðdómann og það er til Guð. Það var löngu seinna, eitthvað 10 ára seinna. Og ég hélt áfram með þetta sem ég hafði verið að gera og sé núna að Drottinn var að leiða mig allan tíman að þessu marki sem er í dag. Þannig hann veit alveg hvernig hann á að gera þetta og hann tekur okkur hefur okkur á þeim hraða sem er okkur fyrir bestu og þannig lærir maður líka mest þegar þetta er bara á þeim hraða sem Drottinn er því að við erum náttúrulega bara eins og við erum. Það tekur okkur tíma að mata okkur á því sem Drottinn vill að við mötum okkur á og förum svo af stað með það. Og svo náttúrulega byrjar það verkefni og þá vextu í því alveg bara endalaust, sýnist mér. En þú verður að gera. Þetta heitir á trúarlegu máli, trúfesti. Og Drottinni er mjög andum trúfesti mann og kvenna. Það er ekki allir sem að sýna trúfesti og ég get alveg sagt þér af hverju það er. Það er vegna þess að menn og konur þær gefa þetta fólk það gefst bara upp. Já, kannski finnst þér þetta nú svoleiðis bara síðan þú þarft að tala svona, þetta er bara málið. Allt og margir kæri vinir sem gefast upp. Af hverju eru menn liggjandi við veginn? Trúaðir menn sem á svoleiðis voru í öldunum. En liggja núna við veginn, skælandi. Að þeir gáfast upp. Af hverju gáfast þeir upp? Þeir hætta að berjast með trúni sinni. Þegar trúin er átök. Trúin er ekki endilega eitthvað sem er bara sanngjarnt við þig allan daginn. Hún er náttúrulega sanngjarnt við þig, en það er ekki þar með sagt að þeir í kringum þig séu alltaf sanngjarnt fólk, frekar en þú. Við getum alltaf hort á okkur sjálf, þegar við erum ekki alltaf sanngjarn. Er ég alltaf sanngjarn? Já, segðu mig það.
Ég held að ég sé örugglega ekkert alltaf sanngjarn, en ég það kannski oft. Eins og með þig, við erum ekkert alltaf sanngjarnt fólk. En af því að þú ert að leyfa trúnni að gefa þér rétt vaxtaskilyrði, þá hættur að vera að horfa á þetta. Og þetta verður ekkert fyrir þér neitt atriði, því að Drottinn er miklu, miklu stærri heldur en hvort að ég að þú erum sanngjarna manneskju. En auðvitað eigum við að venja okkur á það að vera sanngjarnt fólk, og við getum lært það. Eins og allt annað þá getum við líka lært þetta. Og við eigum að leitast eftir því að læra lærdóm, sem fer vel með okkur, sem gerir okkur það sem er rétt að gera og hvetur okkur í þessa átt. Og þess vegna erum við að tala Guðs orð, því að það hvetur okkur alltaf í að gera það sem er rétt andspænis Guði, og þegar það næst, þá erum við líka að gera rétt. Við sjáum það, margir aðrir kristnimenn sjá það, en líklega ekki heimurinn. Og heimurinn sér ekki neitt, eða neitt er að básúna það sem er Guðs. Hann kemur alltaf gegn því sem er Guðs. Þannig að þetta er andstæðan. Af hverju? Við getum aftur rakið söguna til skilningstreðs Góðsóil, þar sem að þessi vera var að skottast í kringum þetta tré. Já, hann er andstæðingur. Hann komst að þarna, en Drottinn leysir fólk frá með sínum heilaga anda, sem hrekur hann út, og Drottinn er komin að. Þetta gerðist allt með krossfestingunni og upprisu Jesú. Þá var allt þetta til, þá opnaðist möguleikinn á þetta frelsi, og það er ennþá í gangi, og Drottinn er að safna sínu liði saman, og svo kemur hann einn daginn, og sumir telja að það sé nú fara verulega styttast í það, en ég veit ekkert um það. En ég veit bara að þetta gerist, og þá ætla ég að vera með því liði sem ég er með núna. Það er þetta kristna fólk sem að við munum öll vera saman þegar hann kemur og vera í hans hópi. Hann kemur sem vald. Hann kemur til þess að segja dæma lifendur og dauða. Við sem trúum á Jesú, við erum hólpi. Við munum enda í þeim hóp sem er yfir lifandi. Krist eign. Og þú getur orðið þetta, en þú þarft að hafa fyrir þessu kannski á meðan þú ert enn uppi standandi. Og þetta er dagurinn sem að Drottinn gaf þér til þess að þú játir hann og gerir verkin sem hann er að bjóða þér. Og umfram allt að þá vex trúin í dag. Hún óx í gær. Nú er annar möguleiki til þess að láta hann að vaxa meira. Og þú ert að safna í sarpinn. Og þú safnar í sarpinn og gerir gönguna þína, trúfastari, eðlilegri, farsælli. Og þú þarft á því að halda þetta sé með þeim hætti, og þess vegna þarft að fá hvatningu líka að þessu marki. Ef enginn hvetur, þá er nú kannski 100 sem letja, og hvar endar það? Í einhverjum ósköpum eins og alltaf, þar sem menn eru ekkert nema lattir. Við að hvetja fólk. Og Kristur gaf okkur hvatningaranda sem að hvetur, drífur af stað, fær menn með sér. Trúa fólk með sér. Þannig helst trúin við, þannig vex trúin í hjartan okkar, og það er það sem við viljum. Við viljum að þetta sé svona. Þannig við erum á afsökunar ef við erum að leiða einhverju mæðu að dabra okkur svo að við erum bara eiginlega komnir út í kant og skælandi þar, miklu skæli. Til hvers? Fyrir hvernig er það? Ekki trúna mína, allavega svo mikið veit ég. Þannig við þurfum að gera það sem er rétt, og það er alltaf rétt að áminna sig það sem maður á og hvað á maður, sem dýrmætast öllu. Við eigum Jesú, hann er gullið okkur og gersamanna. Við skiptum ekki þessu út fyrir nokkurn penning, ekki neitt. Og við erum tilbúin til þess að halda áfram hvað sem það kostar okkur. Við erum búin að sýna fram á það í áratugi, og það hefur kostað okkur svo sem ýmislegt. En hér erum við enn. Reynslun er ríkari og enn í eldi Drottins. Þannig að þú þarft ekki að láta trúnaðina neitt dabrast. Þú eru bara að læra á kringumstæðurnar. Þú eru að læra á það að þú getur treyst Drottni. Svo sannarlega er það mín saga
að ég treysti Drottni og hann hefur alveg verið traustsins verður, bara algjörlega. En mitt að bara sjá þetta með þessum hætti. En það er nú bara að styttast eitthvað í þessu og tíminn er kominn, þannig að ég bara kveð og við höldum áfram með þetta góða verk Drottins.